og fara yfir sem sagt próf sem að hérna á innunni undir efni. Hérna neðst þetta kallað æfingapróf nýrra. Þetta hérna, æfingapróf nýrra sem við förum yfir núna. Það opið fyrir þetta og það sem að við byrjum á spurning hérna í byrjun. Það eru sem sagt mælimerki. Það getur verið hérna spurt straummerki en það líka möguleiki að sé spurt spennumerki og sum merki eru viðkvæm fyrir utanaðkomandi truflunum eins og til dæmis 0 til 1 volta merkið, spennumerkið, það mjög viðkvæmt og 0 til 10 volta merkið náttúrulega viðkvæmt í kringum sem sagt 0 til 1 volt sviðið sko en 4 til 20 milliampere merkið til dæmis gott gagnvart svona utanaðkomandi truflunum, það við þurfum skermaðir kaplar svona með þessu en hérna helstu kostir straummerkisins 4 til 20 það það að þetta merki getur tryggt vöktun á sambandi á milli staða. Þannig að ef að vírinn fer á sambandi að þá dettur sko lágmarkið 4 milliampere niður í 0. Þannig að þá þetta að skynja það með einhverjum búnaði eða inn í eitthvað öryggiskerfi sem að gefur okkur viðvörun. Ok, 1, 2. Hér komið smá útreikningur sem sagt. Við erum með hérna 12 bita breytu, þá myndi ég bæta hérna við til upplýsingar að hæsta gildi í henni sem sagt upplausn hæsta gildi þá tala 4095 svona og þegar við erum að skala svona milli að finna tölu á þessu sviði frá 0 til 495 þá skoðum við sem sagt að þetta merkið inn frá sem sagt einhverju breytu sem sagt AD breytu sem að breytir merki frá skynjara, annað hitaskynjara eða þrýstiskynjara og svo fer þetta eftir hvað svið á ferðinni og svo náttúrulega skiptir upplausnum líka máli. Þannig að hér eru við í rauninni bara að athuga hvað ætti straummerkið að vera þarna á ferðinni þegar að við erum að fá inn þetta 1280 merkið frá AD breytu eða tölugildi frá AD breytu. Hvað samsvarar þetta mörgum milliamperum í 4 til 20 milliampere straummerki? Þá notum við sem sagt merkið inn og margföldum sinnum sviðið sviðið á straummerkinu frá 4 upp í 20. Þess vegna það 16. Og svo sem sagt deilum við með 495 og þá erum við konum með sem sagt breytinguna, sviðsbreytinguna á 16 milliampera sviðinu en við vitum ekki merkið nákvæmlega hvar það staðsett í milliamperum vegna þess að við eigum eftir þá að leggja við lágmarkið. Það alltaf frá 4 milliamperum. 4 milliampere nullið á þessu bili 0 til 495. Þannig að hér erum við þá með 9. Þá erum við alltaf að muna eftir að leggja við fjarkan. Þannig að hérna við fáum þá sem sagt 5 milliampere út frá þessu hérna og svo þurfum við að leggja við lágmarksstrauminn sem alltaf á ferðinni í
þessu merki, 4-20 milliampere straummerki. Bara þið áttu ykkur á því af hverju við gerum þetta svona og þið æfið ykkur á þessu. Ok, næsta mál, það voru stýristrengir og truflanir. Hvaða truflanavandamál getur orsakast af skermingu á skynjaraköplum þegar annar endi skemmingarinnar er tengdur til jarðar og hinn er ótengdur. Og við sjáum það þá á þessari mynd. Hérna, færi þetta yfir. Hér er rýmt til jarðar sem að við getum fengið svona truflanastraum í gegnum. Það er svarið við þessu sem sagt að truflanir vegna straums eftir skerminum gegnum rýmt til jarðar. Hvaða þéttleiki IP68? Hvað þýðir það? Hvað þolir hann erfitt umhverfi? Og þessi tafla hérna fylgir með prófinu. Hvað segirðu? Varstu að spyrja eitthvað? Hvað er það að spyrja út í þetta samlega taflu? Taflan verður neðst síðast á síðustu blaðsíðunni, næst síðustu eða síðustu blaðsíðunni í prófinu. Og sem sagt IP68, þetta er mesta vörn sem hægt er að fá. Og þess að það er algjörlega lokað, umgerðin er algjörlega lokuð gagnvart ríki og 8 talan sem sagt fyrir vatnsvörnina, það er þá skilgreint á hvaða dýpi búnaður má fara. Ef þetta væri IP67, það væri þá bara niður á 1 meters dýpi. En það er skilgreint sérstaklega að það bara segiði að það er sem sagt mesta rykvörn og vatnsvörn niður á ákveðið dýpið sem er þá eitthvað x metrar, skiljið. Bara skrifa það niður á x metra. Þá er það skrifað á búnaðinn. Það er merktur IP68 en þó þarf að vera auka merking á því niður á hvað marga metra búnaðinn þolir að fara. Ok. Síðan er allt hérna fyrir ofan IP66. Þetta er sem sagt vatnsvörn skvettu á skipi sem sagt opið og síðan er sprautuvarið og hérna dropavarið hérna frá, það sem kemur hérna voru ofan. En þannig að þetta hérna, þessi tafla er undir og hún fylgir með prófinu. Ok. Þið vitið þá núna hvernig þið að lesa út úr þessu IP tölu. Fyrri er rykvörnin og seinni talan er vatnsvörnin. Ok. Þannig segir að þegar ekkert rykmagn komast inn og ekkert vatn á x metra dýpi og x er sem sagt metrarnir skilgreindir sér. Næsta mál, kraftmælingar, mælibrú, hvað ákveðinn hátt og með hvaða búnaði er komið í veg fyrir skekkjur í spennumerki af völdum hitastigsbreytinga í átaksmæliblökkum við spilkerfi. Og þetta er sem sagt þessi búnaður hérna sem ég ætla að sýna ykkur. Þessi hérna þar sem að við höfum 2 þannema sem að komi fyrir sitt á sem sagt á móti hvorum öðrum eða annar er alveg þvert á hinn sem sagt. Þannig að þeir lengjast jafn mikið ef að hitastigið eykst á efninu, sem sagt þenslan er jákvæð sem sagt, þá lengist jafn mikið óvirkiþanniminn og virkiþanniminn, þannig að það ætti ekki að verða spennubreyting út af því. Það er bara ef að krafturinn hérna breytist, þá á sem sagt virkineminn að gefa okkur, til dæmis ef það er meiri kraftur í sundur á þessu, þá ætti hann að lengjast og verða þá meira viðnám heldur en óvirki er. Og þannig að hérna, óvirkineminn, hann í rauninni á móti virka, hann núllar út hitastigs
áhrifin. Sem sagt, þannemum komið þannig fyrir á stykki og í mælibrú að það hita áhrifin eru nulluð út. Það málið. Ok, og síðan hérna stöðumælingar, enkódarar, að við erum með raunstöðugjafa og hérna sem að gefa út greiðkóða til dæmis og svo erum við með stöðugjafa sem að gefur okkur AB púls og það er svona 90 gráðu munur á þessum púlsum og hérna höfum við sem sagt raunstöðugjafan þar sem er bara svona skífa og þetta er svona kannski fyrir hægari breytingar og við getum sem sagt þá verið með mismunandi tölu hvar sem við erum staddir í hringnum og við getum bæði sem sagt auðvitað fengið stöðu og hraða líka náttúrulega. En þannig að þetta er svona frekar fyrir hægari breytingar. En eins og við erum með hérna inni við lyftuna þá hérna er það afstæðsstöðugjafi og það er þetta nulla hann hvar sem er. Svo miða við nulli þá og telja sem sagt púlsa í sitt hvora áttina út frá nullinu. Og hann er þá hérna neðar. Hann gefur okkur þessa sem sagt AB púls sem að með það bil 90 gráðu mun. Ok, síðan hérna þetta er nú svona eina sem að ég hef verið með svona skriflegum svörum sko. Þetta er náttúrulega svolítið minnisatriði sko að varðandi raunstöðugjafa og afstæðsstöðugjafa. Þannig að ég er yfirleitt með allt annað í svona krossa spurningum þannig að það á að vera miklu auðveldara fyrir ykkur að svara þessu. Hvaða gerð af skynjara er hér á myndinni til hliðar? Sem sagt þessi skynjari hérna, hann hefur álagið tengt upp í plús og það þýðir það að transistorinn hann þarf að tengja neðri enda álagsins hérna niður í mínus og þá er þetta NPN transistor og sem sagt þetta er náttúrulega efni sem að þið hafið haft náttúrulega bara í rafeindatækninni mest meira og minna sko en hérna eru myndir sem að þið getið haft í mælbúnanema af NPN skynjurum, transistorum með NPN og þarna sjáum við að álagið er tengt hérna upp í plús. Þannig að þið getið skoðað þetta áður en þið farið í prófið. Og munurinn á NPN og PNP, útgangsrásunum. Síðan, hver eru helstu kostir nándarskynjara með hálfleiðar útgöngunum? Að þar eru ekki snertur eða slit á rofbúnaði, þannig að þeir verða ekki fyrir vélrennusliti. Það er helstu kostirnir. Og þeir náttúrulega geta kannski líka verið með hærri roftíðni, en það er ekki verið að tala um það hérna. Síðan er rýmdarskynjarar. Hverju er vinnslufjarlægð rýmdarskynjara háð þegar mismunandi efni er að ræða? Þannig að vinnslufjarlægðin er háð næmni stuðli viðkomandi efnis. Og ef það verður eitthvað hérna dæmi í þessu að þá verðum við með töflu varðandi það og ef við getum séð sko þá, já við þurfum að hafa við býtum nú við, var þetta ekki herri breytirinn var hérna við vorum með töfluna hérna fyrir framann fyrir rýmdarskynjarana. Ég hef komið fram hjá þessu, hérna er bráðum rýmdarskynjarar, já, hérna er rýmdarskynjarar, og hérna þessi tafla, hún verður með í upplýsingum neðst í prófinu. Þannig að hérna, að hér sjáum við mismunandi næmnistuðul viðkomandi efnis og þennan næmnistuðul notum við þá ef við erum að bera saman hvort við getum skynjað
til dæmis olíu gegnum plexiglerið eitthvað slíkt, að olíu hérna er 0,2 en plexiglerið er 0,3, þannig að við skynjum plexiglerið en ekki olíuna í gegn, af því að olían hefur minni næmnistuðul. Ok, hérna er sem sagt spurt af hverju er ekki hægt að skynja olíu gegnum plexigler með rýmdarskynjara, og það er vegna þess að næmnistuðul plexiglers er hærri en olíu. Hann er sem sagt 0,3 en olían hefur 0,2. Það er svarið við þessu. Ok, síðan er spanskynjarar. Hvers vegna hefur 24 V spanskynjari hærri roftíðni en 230 V AC spanskynjari? Sko, 230 V AC spanskynjari, þetta er þá 50 riðin sem eru þarna ferðinni við 230 V og þetta takmarkar hvað við getum notað. Og þannig að 24 V spanskynjari, hann er ekki bundinn tíðni riðstraumsins. Þess vegna getum við farið með DC skynjarana upp í miklu hærri roftíðni, upp í 5000 rið, en á meðan við erum með þá sem eru bundnir 50 riða kerfinu, þeir hafa mest 25 riða roftíðni. Þannig að þeir ganga ekki, geta ekki skynjað eins hratt eins og DC skynjarnir. Ok, þetta er málið. Ok, 7.2. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? Hér segir sem sagt að hefðbundinn spanskynjari, hann skynjar ál úr styttri fjarlægð en járn. Við verum að koma nær með álið heldur en járnið. Af því að járnið hefur meiri áhrif á seguleiðinni. Þannig að hvirfilstraumar myndast fyrr í járninu eða nægilega sterkir til þess að skynjarinn skynji það heldur en álið. Og síðan eru útgangsrásir nándarskynjara að já. Spurning 7.2. B og D liður eins. Styttri, meiri. B og D er ekki eins. Það er hérna úr meiri fjarlægð en járn og síðan kemur hérna úr styttri fjarlægð en járn. Nei, úr styttri fjarlægð. En ál. Já, þannig að það snýst við. Já, það eru bæði þá vitlaus. Sör. Þannig að það breytir ekki. Ok, takk fyrir þetta. Hvaða spenna mælist á útgangi PNP skynjara sem er normally closed þegar hann skynjar hlut? Og ef við fáum útgangsrás á PNP skynjara, við sjáum það hérna, að þegar við erum með PNP þá er spurt sem sagt hvað mælis spennan á útgangi, það er mælt frá mínuspól yfir í PNP. Hann er í normally closed. Það er svona rás og ef hann er alltaf í leiðinni venjulega og þá er straumur hérna á útganginu. En ef hann skynjar hlut þá rífur hann strauminn og þá fer öll spennan yfir transistorinn. Og það fer engin straumur í gegnum transistorinn lengur út á álagið og ef það er engin straumur í gegnum viðnám eða gegnum álag, hvað gerist þá með spennuna? Spennan dettur niður í 0, ekki satt? Þess vegna er svarið við þessu 0,1 volt. Það er rétta svarið. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Sko, yfirleitt er ég að miða alltaf við að sé mælt frá mínuspól í útgang. Að við séum alltaf að mæla frá mínus. Akkurat. Og þannig að þá bara fer eftir í hvort við erum að tala um NPN eða PNP skynjara, hvað við erum að mæla. Til dæmis, ef þetta væri NPN skynjari og hann var í normally closed, þá myndum við mæla hérna frá útgangi niður í mínus yfir alltaf lága spennu, en ef hann myndi rjúfa strauminn, þá myndum við ná sambandi upp í plusspólinn hérna og myndum mæla 24 V spennu þegar hann myndi rjúfa. En það er svo skrítið. Þegar hann
ef að normally open skinnjari bara off, þá mælum við spennu hérna. Það líka svolítið skrítið, en við þurfum bara átt okkur á því, af hverju það Það vegna þess að álagið tengt upp í plus, en transistorinn tengdur frá útgangi niður í mínus. Og ef að spenna yfir álagið, þá útgangurinn virkur, en þá tengist útgangurinn í gegnum transistorinn hérna niður í mínus, og þá mælum við bara spenna yfir leiðandi transistor sem cirka einhvers staðar í kringum 0,1 volt oft á tíðum. Þannig að þið skulle aðeins pæla í þessu hvernig við farið að því að svara svona spurningum. Ok, við erum alveg að komast í gegnum þetta. 8.2, þegar að 230 volta nándaskynjari tengdur segulega mælist hvíldarstraumur í mín. Hvers vegna þessi straumur á ferðinni meðan að útgangur skynjarins í stöðunni af? Það vegna þess að ef hann fær ekki þennan svona straum í gegnum skynjararásina, þá verður bara skynjararásin óvirk. Þessi yfirstraumur á 230 volta skynjaranum þarf alltaf að vera í gangi þegar að engin straumur í gegnum álagið. Þessi yfirstraumur, hann fer í gegnum segulspólu til dæmis, en þessi að lítill straumur hefur ekki áhrif, það dregur ekki segulspóluna. En þessi yfirstraumur, hann allt of mikill fyrir innganga á til dæmis svona stýriliða. Þess vegna þurfum við að vera með sérstakan snertu til þess að tengja beint inn á inngang á stýriliða vegna þess að inngangar með mjög hátt inngangsviðnám sem að þeir leiða ekki í mín strömi. Ok, svona spurning kemur ekki, þið eigi ekki að teikna mynd og útskýra pólunarvörð, vegna þess að þetta ekki þannig að þið séu með mælibúna að nema bókina við hliðina á okkur. Þannig við sleppum þessari spurningu. Það kemur hérna hitamælingar. Hvaða tenging við viðnámsskynjari PT100 gefur ónákvæmustu mælingu á hitastigi? Sem sagt, ef við leiðréttum ekki fyrir lagnaleiðinni að skynjaranum, þá bætist bara viðnámið við PT100 skynjaran. Þetta gefur þá ónákvæmustu aðferðina. Hvað myndi gefa okkur bestu? Er það 4 víra tenging? 4 víra tengingin best, já. Og hérna, já, þetta sýnt hérna í varðandi hitaskynjarana. Þá erum við með mismunandi tengingar hérna við PT100. Þá þetta sem sagt eins og þessi að við erum með 3 víra aðferð til þess að leiðrétta að hluta, eða þetta svona nægilega góð leiðrétting til þess að nota í iðnaði. En þetta langmesta leiðréttingin í rauninni, eða þetta langt besta aðferðin við að fá alveg rétta niðurstöðu inn á til dæmis R-breytin. Það 4 víra tenging. En já, þannig að hérna, ég ekki með sýnda þessa 2 víra tengingu. Hún gæti verið sýnd varðandi hérna þannig mann á það. En þetta mjög algeng aðferð við að leiðrétta fyrir lagnaleiðinni að skynjaranum. Svo hérna næst spurningum hitarafaka sem tengdur R-breyti. Hitarafakinn notaður til þess að mæla afgashita á ljósavél, og svo spurt hvaða áhrif hefur það á mælistærð ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldutenginguna bilar. Og hitastigið lækkar á köldutengingunni, sem sagt við mælitækið. Ef að hún lækkar þar.
Sko við erum að það mæla einhvers staðar hita á við hérna á afgasinu og svo setna það kólnar á mælistaðnum þar sem að tækið þá í rauninni vex spennumunurinn af því að hitastigsmunurinn hann vex á milli staðana, milli köldutengingarinnar og heitutengingarinnar og þá eykst sem sagt mælistærðin, spennan hún hækkar. Hérna sem sagt öfugt að spennan lækkar, það gerir ekki, strauminn lækkar, það gerir ekki. Að hún breytist ekki, það er ekki rétt því að það verður meiri munur á köldutengingunni og heitutengingunni þannig að það eykst munurinn og það eykst spennan. Það er það sem að gerist. Ef að innri leiðréttingin bilar. Hvaða græju er ég að tala um? Þetta er í R-breytinum og ég ætla að finna það og sýna ykkur. Það er þessi græja hérna. Það er Internal Cold Junction Compensation hérna. Þetta er viðnám hér. Þetta er að mæla hitastigið við köldutenginguna og ef að þetta hitastig við köldutenginguna breytist þá kemur bara leiðrétting hérna inn á rásirnar og það verður bara sama merki út hérna. En ef að verður breyting á hitastiginu við heitutenginguna þannig að það verður út frá því öðruvísi þá spennumunur frá hitaráganum þá fáum við breytingu á mælimerkið út. Sjálfsagt er eitthvað meira R-breytin hérna, við skulum sjá. Sko, svona spurningu fáum við ekki heldur en við vorum með 3 mismunandi aðferðir við PT100 og bara gott að lista það upp hérna að hér er ónákvæmasta aðferðin. Hér er engin leiðrétting fyrir lagnaleiðinni að skynjaranum. Þannig að það bara verður of hátt mælimerkið út af því að við leggjum viðnámið í lagnakapplinum að skynjaranum bara beint við skynjara viðnámi sjálft. Hér er hins vegar leiðrétting við að svona mestu og þetta er oftast notað þessi aðferð í iðnaði. Það er ekki alveg eins dýrt eins og 4 víra aðferðin en 4 víra aðferðin er mjög góð leiðrétting en er dýrust. Ok, en svona spurning kemur ekki á prófum vegna þess að þið eru ekki með mælibúnaðar nema í höndunum og ég er ekki að ljósrita meira af alls konar teikningum og köflum. R-breytirinn, já þú ert fljótur að krossa við, þannig að það verður náttúrulega. Fyrir hvað eru tengingar 1 og 2 á R-breytinum? Skoðum það, því að þið hafið þessa mynd af R-breytinum með í prófinu. 1 og 2 er sem sagt fyrir straummerkið sem sagt og náttúrulega til þess að ná sambandi við gegnum samskiptaeininguna hérna. Já, ok, það er sem straumrás fyrir samskiptaleiðir og útgangsmerki. Það er rétta svarið. Síðan hvert er hlutverk 4 mA straumgjafans í R-breytinum? Hér er 4 mA straumgjafinn, það er sem sagt þessi hér. Hann tekur alltaf lágmarksstrauminn 4 mA frá merkinu inn í straumrásinni í hliðrænu einingunni sem er fyrir straummerki og spennugjafinn gefur okkur þennan straum sem er við inntöluna. Getur líka verið aukaspennugjafinn en hann er þá í þessari straumrás. Og við fáum alltaf 4 mA sem lágmarksstraum sem er þá bara 0 í öllu eða til dæmis í samvætti við
þrýstinema, þá væri það kannski 4 milliampere gætu þýtt líka bara mínus 1 bar til dæmis. Þetta bara lágmarksstraumur sem er rauninni 0 í öllum öðrum merkjum heldur en mínus 1 í þrýstimerki. Ok, og svo segir þannig að hér segir dregur lágmarksstraum skynjarans sem er þá rétta svarið. Og þá eru bara þessar 2 spurningar eftir hérna. Því að ég verð ekki með sérstaklega spurningar og uppbyggingu iðntölvu. Við afgreiðum það öðruvísi. Hér er spurt í 10.3. Hér er hitanemi, hann mælir hitastig á ferskvatni frá aðalvél. Hitanemið tengdum við RE-breyti sem sendi 4-20 mA straummerki til umtölunar. Umtölunar breytir straummerkinu í heiltölu á sviðinu 0 til 495. Þetta er 12 bita breyta. Hitasvið nemans var ákveðið frá 30 gráðum á Celsius, þetta er lágmarkið, og upp í 120 gráður, hámarkið. Og þannig að sviðið er á hérna á milli, þannig að til þess að finna út sviðið þá þurfum að draga 30 frá 120 gráðum. Og það er spurt svo hvað er hitastigið á ferskvatninu mikið ef tölugildi frá iðntölunni er 2730. Þetta er talað sérst á bilinu frá 0 til 495. Og þá notum við svona aðferð að við segjum hérna, ok, við gleymum ekki lágmarksstærðinni, sem er 30 gráðum á Celsius, og við leggjum við á breytinguna sem hefur orðið og að lokum þá fáum við út hitastigið. Þannig að við erum með hérna lágmarkið 30 gráður, svo pluss merkið 2730 sinnum sviðið sem við finnum út með því að draga 30 frá 120, það er 90 gráður, og deilum með upplausninni 495 og þá fáum við 90 gráður á Celsius út úr þessu. Svo er bara hérna hitt, ef við erum með þrýstinema sem að nær frá -1 bari til 5 bara þrýsting, að þá er þetta svona aðeins ruglandi fyrir okkur því að við þurfum að draga -1 bar frá hérna, af því að það er lágmarkið. Og þannig að -1 bar eru 4 mA og 5 bör eru 20 mA. Og iðntölvan sendir upplýsingar merki á heiltöluforminu 0 til 495, þetta er líka 12 bita breyta, og svo er spurt hvað mikið þrýstingur er í kerfinu ef raungildið er 1025. Og þá setjum við þá tölu hérna inn í sem merki og sinnum sviðið. Sviðið er nefnilega 6 bör, því að það er frá -1 yfir í 5 bör. Þið muni eftir gamlu góðu talnalínunni, en að breytingin er 6 bör. Já, ok. Og svo deilum við með upplausninni 495 og þá fáum við sem sagt stærðina sem að er frá sem sagt mínus sem að er út frá sviðinu 6 börum. Og síðan til þess að fá að vita hvað er absolutt þrýstingurinn sem sagt þarna á ferðinni, þá verðum við að draga 1 bar frá. Þá fáum við útkomuna 0,5 bör. Þetta var það sem ég ætlaði að fara yfir með okkur. Þannig að þið væru með útreikninguna á hreinu og vissu hvað ég væri að fara að spyrja ykkur um. Ok. Verður ekkert úr allu? Nei, ég ætla ekki að spyrja um iðntöluna. Nei. Það er flott.